Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að, við höfum svolítið verið að ræða lagareldisfrumvarpið, en það áhugavert í meira lagi. Það kemur fram í svona mörgum af spjallþáttunum sem við erum með hérna líka, en við höfum líka fengið ýmislegt fólk svona að borðinu til þess að ræða ýmsar hliðar af því frumvarpi og Þorvaldur Gylfason, prófessor í hagfræði. Þú féllst á að koma hingað til þess að ræða þetta frumvarp? Með mikill ánægju eins og vant er. Leyfðu mér að byrja á svolítið óvæntum enda kannski. Mér langar að tala íslenska hestin við þig. Þar varst að þjónin. Sjáðu, hesturinn hefur fylgt okkur alveg frá árdögum Íslandsbyggðar og við förum svo varlega við að gæta stoppsins að sá sem að fer með gæðing út fyrir landsteinana til þess að heyja kapriðar má ekki flytja hann inn aftur vegna þess að það talið myndu ógna hrossastofninum. Og hrossastofnin þjóðinni svo mikilvægur, hann bundinn fólkinu í landinu þvílíkum tilfinningaböndum sem ná meira en 1100 ára aftur í tíman, að fólki finnst þetta vera eðlileg skipan. Og ég get fallist á það alveg fyrir mína parta. Og með öðrum orðum, hrossastofnin ekki falur. Það ekki spurning verð. Þegar við megum aldrei selja hann landi ekki frekar en Valþjófsstaðahurðina eða handritin. Og þá skulum við spyrja næstu spurningan, en steinbíturinn. Það eru hrosshúðir á veggjum og gólfum á fjölmörgum heimilum landsmanna hringinn í kringum landið, bara til þess að undirstrika þessi tilfinningabönd sem að við erum fólki í landinu bundin hestinum. Ég þekki nú fá heimili sem erum uppstoppað steinbíta eða steinbítsróð uppi á veggjum hjá sér. Þannig að þetta sem ég að segja hestin, það á kannski ekki með líku lagi við steinbítin. Steinbítin hefur að vísu fyllt okkur frá árdögum Íslandsbyggðar, en það var neðansjávar. Við byrjum ekki að veiða hann fyrir mörg hundruð árum eftir landná. Þannig að það á annað við steinbítin. Kannski væri það leyfilegt og siðlegt að selja steinbítsstofnin, þannig að hann hyrfi úr höndum okkar. Þá kemur næsta spurning, en þorskurinn? Og þá vandast málið svolítið, því að þorskurinn svo mikilvægur efnahagslega að verðmætasti parturinn af fiskistofnunum í kringum landið. Og ef við spyrjum bara fiskistofnana í heild, steinbítin og þorskinn og allt heila klappið, að þá það náttúrulega augljóst að okkur leyfist ekki að selja stofnana frá okkur. Selja það undan okkur. Og nýja stjórnarskráin sem Alþingi hefur haldið í gíslingu núna síðan 2013, hún girðir fyrir þetta með því að taka vel tvímæli að þetta sé óleyfilegt, að það sé óleyfilegt, það að segja brot gegn stjórnarskráni, að selja undan okkur fiskistofnana með sama hætti og við megum ekki heldur selja frá okkur Valþjófsstaðahurðin eða handritin. Það meira sér sérstakt ákvæði menningareign, bara til þess undirstrika hliðstæðuna milli menningareignar annars vegar og náttúruauðlinda hins vegar í nýju stjórnarskráni. En það ein tegund sem syndir í sjónum sem nálgast hestin og það laxinn. Ég hef séð uppstoppaða lax yfir arninum á fjölmörgum heimilum hringinn í kringum landið og það undirstrikar tilfinningabönd fólksins í landinu við þennan fisk. Og þess vegna sýnist mér að rökin hestin eigi betur við laxinn heldur en rökin steinbítinn. Það sé okkur leyfist ekki undir neinum kringumstæðum að selja frá okkur laxastofnin, hvernig sem við færum að því. En það einmitt það sem þetta frumvarp lagareldi sem þú baðst með að koma hingað til þess að spjalla við gengur út á. Því að það eru yfirgnæfandi rök sem náttúrufræðingar og fjölmargir aðrir hafa reitt fram sem sýna það, og það þegar byrjar að gerast, að þetta sjókvíaeldi eins og að því að staðið hringinn í kringum landið, að það ógnar tilveru laxastofnsins og það eru fyrirmyndir frá þessu að þessu utan úr heimi. Og það þess vegna sem að það stór hætta á því að þetta frumvarp verði það að lögum að muni
eyða laxastofninum og nýja stjórnarskráin myndi girða fyrir það, nýja stjórnarskráin myndi drepa þetta frumvarp eins og það liggur fyrir núna bara í starthólunum. Það var ekki hægt að leggja það fram. Nei. En nú munum kannski ykkur andmæla á segja, já það verður kannski ykkur svona blöndun en náttúran er þannig að sko bestu genin lifa, þannig að laxastofnin mun ef hann breytist þá mun hann kannski bara styrkjast. Já, sko það umræða sem ég treysti mér ekki til þess að eiga aðild að og það læt ég þeim sem betur þekkja til náttúrufræðingum eftir og eins og ég les skoðanaskipti þeirra á milli að þá það yfirgnæfandi sjónamið meðan náttúrufræðinga að þarna sé stór hætta á ferðum. Það sést sko það eru næstu 300 umsagnir frumvarpið inn í samráðsgáttinni á vefsíðunni Alþingis og þær eru margar hverjar niðursallandi og sannfærandi að mér finnst. Þess vegna lít ég svo á að það sé stór hætta þarna á ferðum. Sko, koma aftur að hestinum. Hvers vegna hefur enginn látið sér detta í hug sko að það sé hægt að græða á hestinum bara jafnvel þó það kosti það að stofnin degi út sko eins og við þekkjum hann. Og það vegna þess að það eru ekki svona yfirgengilegir gróðafíklar sem hafa laðast að landbúnaðinum þótt ýmislegt megi nú segja þróun á þeim vettvangi á síðustu árum. En gróðafíklar, sko harðsvíraðir gróðafíklar, eru áberandi í sjávarútvegi víða, bæði í Noregi og hér heima, svo ég nefni nú ekki fleiri lönd, og þess vegna stofnum sjávarfiska meiri hættabúin heldur en húsdýrastofnunum eins og íslenska hestinum og það eins og sko stjórnmálamenn séu ginnkeyptir fyrir því að ganga erinda þessara gróðafíkla. Það er satt að segja bara lyginni líkast að lesa það í langt komnu frumvarpi á Alþingi sem hefur verið undirbúningi í meir en 2 ár að það að veita þessum rekstraraðilum ótímabundin leyfi til þess að vinna þar sem að virðast vera klárlega varanleg og óafturkræf náttúruspjöll. Það bara lyginni líkast að menn geti látið sér detta annað eins í hug og fólki í landinu sér þetta. Það var gerð skoðanakönnun fyrir ekki mörgum vikum sem sýnir það að 70% aðspurðra eru andvíg þessu. Eins og oft reyndar kemur fram í ýmsu skoðanakönnunum að 70% af þjóðinni andsnúin stefnu stjórnvalda. Já, það gerist bara aftur. Í öllum mikilvægum málum. Já, það gerist bara aftur og aftur. Stjórnarskrármál er eitt dæmi þetta. Nema hér svo sko mikilvægt mála á ferðinni, það að segja hugsanleg útrýming eins villta laxastofns. Að við það verður ekki búið og þess vegna verður maður bara að treysta því að Alþingi breyti frumvarpinu eða dragi það tilbaka eða þá að forseti landsins að neyti málskotsréttarsins og skjóti málinu í dómþjóðarinnar og það liggur fyrir í skoðanakönnunum að hvernig þjóðin myndi afgreiða frumvarpið og hún myndi hafna því. En þín rök eru fyrst og fremst að með strandeldi á þessum skala og líklega bara í minni skala heldur en aðeins stemt að það setji laxastofnin í hættu og kannski vera með einhver andmæl það en þá ætti laxastofnin að njóta á avans því að það ekki hægt að snúa tilbaka. Þetta verða varanleg spjöld. Náttúran þarf alltaf að njóta á avans. Það þín fyrstu rök gegn þessu. Það lærði ég af Ómari Ragnarsinni og Katrínu Fjellsteð sem að sátu með mér í stjórnlagaráði á sínum tíma. Ég hafði ekki kveikt nógu glöggt á mikilvægi og vikt röksemda náttúruverndar sinna fyrir en ég satt við hlið þeirra og líti á þeirra rök og þannig sko bara Áttan ekki að náttúra sé heilagri heldur en við erum hluta náttúrunni heldur náttúruspjöldin eru óafturkræf. Já og sko náttúran á sinni rétt líka og það er mér að segja ákvæðin það nýrri stjórnarskránni að suður-amerísku fyrirmynd að náttúran ekki réttlaus gagnvart yfirgangi mannsins. Svo það
þetta svolítið flókið lagalegt atriði hvernig maður vinnur úr slíku stjórnarskrárákvæði okkur tóti rétt að hafa það þarna inni. Sko, ég hef ekkert á móti fiskkeldið sjálfsagt en ég met umsagnir þetta frumvarp og sérstaklega röksemdir náttúruverndarsinnanna og líffræðinganna svo að landeldi sé eina örugga leiðin og þess vegna eigi bara að halda sig við það og það sé tiltölulega lítið í sniðum miðað við hinar tegundirnar tvær sjókvíaeldi og hafeldi og þess vegna þurfum við að breyta áherslunum þarna. Svo annað í þessu að ég tek eftir því að það eru ákvæðið þarna gjaldtöku en þau eru óljós og í greinargerðinni kemur til dæmis ekkert fram það hvernig skiptingin milli þeirra sem útlutað þessum leyfum og þeirra sem eiga eignina, það sem fólksins í landinu verður þetta 90% 10% skipting eins og á kvótanum milli útgerðarfyrirtækjanna og skattgreiðenda. Það eins og stjórnvöld hafi engan áhuga á því. Og eins og góður maður sagði við mig í morgun, það er engu líkar en þessi nýbúin að horfa á verbúðina og þá hafðu rifjað upp hvernig við gerðum þetta með kvótan, við skulum gera þetta aftur þannig. Aftur sem er mistök. Já, það er að segja að hafa nafninu til ákvæðum gjaldtöku en sjá til þess að þau séu þannig að það býti ekki. Og bara þá munurinn sá að þarna er verið að færa eignaraðilum mikil verðmæti sem að fólkið í landinu á í sameiningu fyrir slikk og það sem er öðruvísi hér heldur en var með kvótan að þarna eru norskir auðjafrar í ríkjandi rullu meðan að það voru bara íslenskir auðjafrar sem hafa setið að kvótanum þannig að þetta er að því leitinu til ef til við ennþá umdeilanlegra og svolítið óskiljanlegra af hverju eru íslensk stjórnvöld að taka auðlindir almennings og gefa það einhverjum norskum auðmönnum. Já. Bara... En norskir auðmenn eru býsna ágengir. Ég man að þeirra Valtýr Guðmundsson og Hannes Hafstein voru að tala leiðir til framtíðar handa Íslandi aldamóti 1900 að þá sagði Valtýr einu sinni norðmenn eru voða ágengir og þetta kom ekki í ljós þegar oljan fannst undan Noregsströndum fyrir 50 árum en það var kannski ekki norðmönnum að þakka heldur bara einu manni sem hét Jens Evensen og norðmenn voru stálheppnir að því leitinu til að þessi snjalli og gegnheili maður var ráðuneytisstjóri í fjármálaráðuneytinu og hann samdi frumvarpið handa grunnlausum ókunnandi þingmönnum og stjórnmálamönnum yfir höfuð og þannig að þetta var allt saman klárt og kvitt á prenti og í löggjöfinni áður en fyrsti olíudropinn var dreginn upp úr sjónum og kannski hefði ef Jens Evensen hefði ekki notið við kannski hefðu norðmenn bara orðið eins og hvert annað olíuríki fyrir botni Miðjarðarhafs eða þess aftar ég held ekki og þetta er einn stór verbúð já, af því að Noregur er í svona tröstliræðsríki og til dæmis er það eftirtektarvert og ég teki eftir því og haft orða því í öðru samhengi að orðið ólígarki eða fávaldur að það er næstum aldrei notað í umræðum olíumálin í Noregi. Það orðið kvótakóngur eða kvótadrottning, það er bara aldrei notað og það er Jens Evensen að þakka fyrst og fremst og þeim stjórnmálamönnum sem bara hneigðu sig og viðurkenndu réttmæti hans röksemda færslu og samþykktu frumvörpin sem hann lét semja og þess vegna hefur ríkt friður olíuna 80% af olíurentunni hefur fallið fólkinu í landinu í skaut og 20% hafa svona farið hingað og þangað en svo gerist það bara síðustu árum og það er eftir þessa frívæðingu bankakerfisins þegar bönkum var breytt smám saman í hálfgildins glæpafyrirtæki sumum hverjum að þá spruttu upp í kringum þá mjög harðsnúnir og fésæknir fjárglæframenn
og það eru þeir sem að ég sé í þessum fiskeldismálum í Noregi og það innanlands og þeim hefur tekið sko að halda gjaldheimtunni miklu minni heldur en að norska þingið lagði upp með og bara þeir hafa svo sterkar lögfræðisveitir í liði með sér til þess að láta þingmennina finna til smæðar sinnar frammi fyrir slíkum mönnum í mjög dýrum jakkafötum sko og svo eru þessi menn komnir sumir hingað heim líka og þá fer þetta á sömu leið það er eins og þingið og eftirlitsstofnanirnar standi bara máttlausar frammi fyrir þessu og svo gera þessi menn þetta bandalag við sko innlendamenn þetta sérst greinlega á Vestfjörðum og víðar og bara íslenski menn hvort sem það eru businessmenn í sjávarútvegi nú eða í öðrum greinum nú eða þeir sem að stýra eftirlitsstofnunum eða þingmenn að þeir bara einhvern veginn lippast niður en það er bara svo mikið í húfi að það verður að snúa dæminu við og þá reyði ég mig á það að fólki í landinu finni leið til þess að knýja forseti Íslands til þess að vísa þessu máli í þjóðaratkvæði auðvitað bara reglan að vera svo ef að skoðanakannanir áræðan að skoðanakannanir sína það að yfirgnefandi meirihluti þjóðarinnar er á öðru máli heldur en þingið það sem við meinum þegar við tölum sko gjámilli þings og þjóðar þá bara forsetin að líta á það sem skyldu sína að víkja slíku máli í þjóðaratkvæði og það myndi bjarga þessu máli Þá varum við að kjósa hér fiskveiðikvótann við varum að kjósa sölun á Íslandsbanka við varum að kjósa stjórnarskrá við varum að kjósa alls konar hluti Nákvæmlega því að eins og ég sagði áðan að í stórum málum að þá fer stjórnarstefnan gegn vilja almennings Já, og einmitt af því að við gerum þetta ekki nema í algjörum undantekningar tilvikum eins og með fjölmiðlafrumvarpi á sínum tíma og ASF að þá erum við alltaf að þokast neðar og neðar eftir lýðræðislistum sem að erlendir félagsvísindamenn halda úti. Við erum búin að segja okkur úr lögum við sko Norðurlönd á nýjasta listanum erum við í 27. sæti sko meðan Norðurlönd raða sér í efstu 5 sætin, hinn 4 og við erum eins og komið langt niður fyrir Kanan sem er í 20. sæti og bara við þetta verður ekki unað. Við verðum að skipa okkur aftur í sveit með Norðurlöndum á þessa lýðræðismælikvarða og einnig á gegnsæðismælikvarðana sem mæla spillingu. Þar erum við komin í 19. sætið meðan að hinn Norðurlöndin er bara eftir sætunum 5 og útlendingar taka eftir því sem er að gerast hérna og bara alþingi verður að sjá hvað það er að kalla mikla smán yfir sjálft sig og yfir fólki í landinu. Útlendingar, við lifum í heimi þar sem útlendingar taka eftir þessu og þeir segja frá því og það hallar á okkur. En ef að við erum að lýðræðið er að koma niður hjá okkur og svona gæsla almanna hagsmuni að verða veikari og þeir sem að ástæðan er svo að hinn er fáu og valdamiklu, þeir eru ágengir, þeir eru dýrum jakkafötum. Já. Menna það er, af hverju er hérna vörnin svona veik að eftirlitsstofnanir okkar eða þingið okkar eða ráðherrarnir eða framkvæmdavaldið og bara ríkisvaldið almennt að það getur ekki staðist bara heimtufrekju og kröfu ykkur að kalla. Já, sko einfalda gamla svarið er þetta að almannahagur er dreifður meðan að sérhagsmunirnir eru mjög samþjappaðir, sko. Stjórnvöld heyra ekki í almenningi en heyra bara í kallinum sem að dýru jakkafötum og baular fyrir fram. Já, en það er meira sem hangir á spýtunni, sko. Þannig að ég vilji sökkva mér orðið djúpsálarfræði sem ég nú ekki sérlega sleipur í, sko. En sko eitt sem hefur gerst er það að forysta stjórnmálaflokkana henni hefur færið aftur. Við erum einu landið í heiminum þar sem er forsætisráðherrann kemur bara beint upp úr Panamaskjölunum og skilur eftir sig langan slóða af gjaldþrotum og þess áttar sem að ekki hafa fengist almennilega rannsöku og ég bara spyr því, myndið þú vilja sitja í þingflokki eða ríkisstjórn undir slíkri forystu? Og þú svarar því væntanlega neitandi og þá vaknar spurningin hvernig verður þá mannvalið í flokki sem að lítur slíkri forystu og nú tekið svo litið sláandi dæmi en það má heimfæra þetta sko, það er annar flokkur á Alþingi sem er líka með formann beint upp úr Panamaskjölunum og þannig áfram og af þessu sést sko að ég reikna með því að sjálfsvirðing óbreyttra þingmanna er minni fyrir þessar sakir heldur hún ella væri
Ég var spurður sömu spurningar í Hofi og Akureyri á laugardaginn var og ég nefndi þetta með dreifðan almannahag og samþjappaðan sérhag en ég vildi ekki sökkva með dýbra í sálarfræðina en núna bæti ég þessu við með mannvalið sem stafar af flekkaðri fórustu og þarna mikill vandi á höndum og það engin sambærileg vandamál uppi annar staðar á Norðurlöndum en í Bandaríkjunum samskonar vandamál. Það annar af 2 stórum flokkum bara undir fórustu manns sem bara einn allsherjar gangandi glæpafaraldur og allur flokkurinn á þingi bara eitt allsherjar hænsnahús það tróðu fullt af vitleysingum afsakaðu orðbragði það verður ekki sagt neitt þingflokk hér heima en ég nefndi bara bandaríska dæmi til að sýna það að þetta enn verra þar og þess vegna getur það versna hér heima ekki síst í ljósi þess að sjálfstæðisflokkurinn sendi fulltrúa sína á landsþing republikana flokksins. Varðandi lagareldið ég ætla að ræða eitt annað við þig. Það fyrst og fremst laxastofninn að hættan sé sú að við missum hann og fórnum þar með þjóðarkessumum. Síðan önnur mál eins og varanlegt framsal en þótt að það verði leiðrétt að þá hættan með laxastofninn verður eftir. Það verður líka eftir skiptingin á auðlindarendunni sem að miða við svona uppleggi núna að þjóðin að mestu að gefa þetta frá sér til þeirra sem eiga þessi fyrirtæki. Ekki þjóðin, þingið. Eða þetta þjóðareign sem að þingið gefur eign okkur á sér og svo eru kannski önnur mál eins og mengunin í fjörðunum og aldauði lífríkistar eins og hægt að sýna fram á að hafi gerst í Noregi sem við getum líka rætt. Við erum að bæta einu við og það er þessi maður við Ísafjarðardjúp sem telur að sjókvíarnar fari inn á hans landareign og hann óskar eftir lögbanni og þá stígur fram sýslumaður sem heimtar 100 milljón króna tryggingu. Á venjulegum manni. Já, hvernig væri að spyrja þennan sýslumann hvernig sú tala tilkomin? Hann lítur að hafa skjölum það. Hann lítur að geta sagt frá því við hverja hann ráðfærði sig. Kannski einhvern mann í dýrum jakkafötum. Blaðamenn þurfa að spyrja þessu. Og ef þeir fá ekki svar, að þá geta þeir óska eftir rannsókn á því við hvern maðurinn talaði í síma. Frumvarpið lagareldið hefur svolítið blandast inn í forsetakjör og maður myndi ætla að annað mál ætti að vera svolítið ofarlega á baugi og það sömuleyti kemur það fram í svona spurningum sem stjórnarskrána sem að þú sast á í stjórnlagaráði sem frækt Sætlarminningar. Einn af höfundum nýrrar stjórnarskrár sem að síðan þingið hefur ekki náð að afgreiða. Þetta humma fram að sér þrátt fyrir niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Katrín Jakobsdóttir í framboði, hún hefur lagt fram ýmsar tillögur breytingar að breyta stjórnarskránni svona í bitum og börtum. Þætti þeirra eðlilegra að stjórnarskráin kannski líka í ljósi þess að núverandi forseti hefur margsinnis liggur að segja bara grátbeðið þingið að allavega laga forstakaflan. Hann segir að sé ekki hægt að vinna eftir þessari starfslýsingu af því að hún svo óljós. Myndirðu vilja sjá meiri umræðu stjórnarskrána í þessum? Já, við stöndum frammi fyrir hættunni á því að nýr forseti verði kjörinn eftir tæpan mánuð forseti sem kannski 3 af hverjum 4 kjósendum greiddu atkvæði gegn. Og þetta hefði nýja vilja kannski alls ekki Já, og nýja stjórnarskráin sérstaklega hönnu til þess að gera það fyrir þetta og auk annarra réttarbóta og mér finnst það að orka mjög tvímælis að ekki sé fastarorði kveði að fráfarandi forsætisráðherra sem satt í 2 ár yfir samningu á samráðherrum sínum þessa sjókvíaeldis frumvarps ætli síðan að taka á móti frumvarpinu sem forseti á Bessastöðum og bregðast við frómum kröfum fólksins í landinu þjóðaratkvæði þetta mál sem að 70% kjósenda hafa lýst andstöðu við og þetta bara lýsir hagsmuna árekstri fyrst flækist hún fyrir því að nýja stjórnarskráin sé
lögfest og framlengir þar með líf þessa fáránlega gamla forseta kjörs ákvæðis í stjórnarskráni og ætlar svo að gera út á það með því að reyna að ná kjöri með litlu atkvæðamagni. Þessi staða hefði geta komið upp 1968 ef ekki bara Kristján Eldjárn heldur 2 eða 3 aðrir góðir frambjóðendur hefði búið sem fram gegn Gunnari Thoroddsen þá hefði Gunnar Thoroddsen sennilega náð kjöri með sínum 34% atkvæða og þannig að við lentum ekki í þessari klemmu þá en núna stöndum við í fyrsta skipti frammi fyrir þessum raunverulega vanda og þess vegna fannst mér beinlínis óviðeigandi að Katrín Jakobsdóttir skildi gefa kost á sér og ég myndi óska þess helst að við eignuðumst nýjan forseta með meiri hluti atkvæða baki sér og úr því að gamla forseta kjörs ákvæðið í gildandi stjórnarskrá enn við líði þá fundist mér fara best á því að aðrir frambjóðendur kemur sér saman að bara einn þeirra færi fram og hinn drægjur sér tilbaka það gerist 96 að frambjóðandi dróg sér tilbaka 10 dögum fyrir kjördag til þess að koma í veg fyrir að Katrín Jakobsdóttir yrði fyrsti? Já, það finnst mér vera eðlilegt en ég á ekki vona á því að þau hinn fallist á þetta. Það fer ekki allt eins og þú vilt. En stundum þurfum bara að fórna ímynduðu með raunverulegum eiginhagsmunum fyrir almannahag og þetta væri leið til þess. En með þessu ertu að segja að framboð Katrínar sé raunverulega allt öðruvísi heldur önnur framboð því að Vigdís var kjörin með 33% en bara korteri seinna var þjóðin full sátt við hana. Sam Ólafur Ragnar held í 44%. Strax á eftir, Ólafur Ragnar og Guðni líka, 44 enginn hefur kosið með meiri hluta en þjóðin hefur sætt sig við forsetan leið og hann kjörinn, eða svo til Þú ert að halda því fram að Katrín sé ekki þannig frambjóð Ég leiði mér að efast það reynslan mun skera úr því en þú sér það bara að það gerist bara leið og þetta sem sjókvíeldir frumvarp verður samþykkt frá Alþingi ef það vilja gert í þeirri mynd sem það er núna að þá kemur það til kasta forsetans og þá verður fjandinn laus bara strax Herðu, en Katrín lagði fram breytingar á stjórnarskránni það er saga að segja frá því sko til þess að reyna að breiða yfir það að frumvarpið sem að þjóðin kaus er í gíslingu á Alþingi að þá ákváðan að ráðast í bútasaum sem er vond aðferð við samningu stjórnarskráa, það er margföld reynslu fyrir því utan heimi og lét semja 4 frumvörp sem öll eru miklu mun lakari heldur en ákvæðin sem eru í frumvarpinu sem að fólki í landinu gaus. Það er verið að útþynna auðlindaákvæðið og gera það alveg bara billust til þess að standa vörðum óbreytt ástand. Það er verið að útþynna ákvæðið þjóðaratkvæðagreiðslur með því að hækka kröfuna fjölda undirskrifta úr 10% af kjósendum sem að við komumst að vandlega athuguð ráði og með reynslu frá öðru löndum upp í 15% og það er verið að verið sér að rugla með málskotsrétt forsetans með því að breyta skýru orðalag í óskýrt orðalag og til þess að býta höfuð á skömminni síðan allt í einu komið þarna ákvæð að forsetin með ekki sitja lengur heldur en í 12 ár mál sem hefur aldrei nokkuð tíma komið til umræðu áður og bara liggur fyrir rökræðum hér innanlands hvers konar útþynningar starfsemi þetta er við Eiríkur Tómasson fyrirverandi hæstaréttardómari höfum við lýst í til dæmis hversu voðaleg hún er þessi útþynning á auðlindaákvæðinu og við lýst fyrir okkar á því að málsmeðlandi prófessor í lögum við Háskóla Íslands skulle láta hafa sig í það að grafa undan þjóðarviljanum með því að semja í eigin nafni tillögur sem að ganga miklu skemmra. En sagan endar ekki hér. Því að það sem að forsætisráðherra fyrrverandi gerði var að senda þessi 4 frumvörp til Feneyjanefndarinnar sem er erlend sérfræðinganefnd sem fjallaði meðal annars frumvarp stjórnlagaráðs þegar að það hafi verið lagt fyrir Alþingi og er oft fengið, samt ekki alltaf, til þess að fjalla stjórnarskrárfrumvarp í Evrópu á vegum Evrópustofnana. Og þeir senda frá sér álit 2020 sem að margir sem að hlusta á okkur núna eru sennilega að heyra í fyrsta skipti núna.
Því að því var lítið flagga hér heima, það er vísu en þá sko byrt á vefseti stjórnarráðsins, en það var bara alveg niður sallandi. Því að það sagði nokkuð við það sama og ég var að segja við þig. Það bendir á útþynninguna og ekki bara það, heldur segja þér að stjórnvöld geti ekki lyft sér að samþykkja slík frumvarp að án sko vandlegra rökræði við fólki í landinu og án þess að leggja frumvarpin í dóm þjóðarinnar, enda var þjóðin búin að samþykkja frumvarp sem gengur lengra og þetta er nákvæmlega það sem Ragnar Aðalsteinsson hefur hamrað á öðrum mannum oftar og skýrar og bara mannréttindanefndin gerir sjónarmið hans og mín og annara að sínum og það er þess vegna held ég sem ríkisstjórnin hefur ekki flaggað þessu áliti mannréttindanefndarinnar þó þessi orðið næstum 4 ára gamalt og það er þess vegna sem sumikar er að heyra þetta í fyrsta skipti núna. Er það þá þannig mat nefndarinnar að vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012 að þá sé stjórnvöldum óheimilt að leggja fram breytingar á stjórnarskrá sem að ganga skemur eða gangi berrögg? Já, nákvæmlega. Hún er að segja það að tillögur Katrínar séu þar nefndi og tækar, þegar þú orða þetta mjög kurteislega sko og nefnislega hérna er það sem að liggur í frumvarpinu en það sér það bara úr því að akkur standi ekki hérna fulltrúar þingmenn hlutans og berið sér upp brjóst og segja þarna sjáu þið hvað mannréttindar hvað Feneyjanefndin segir þau hefði ekki sagt það einu sinni bara af því að álitið var þeim mjög óvilhalt eins og ég hefði geta sagt þeim fyrirfram. Þau báðum álitið en þegar þau fengu álitið og það var ekki eins og þau höfðu séð fyrir að þá er því bara stungið til stólinn svo slættir. Þannig horfir þetta við mér. Já. Herðu, Þóroddur, alltaf gaman að fá þig hérna. Það tala lagareldi og stjórnarskrármál. Pínlítið forstakostingarnar. Alltaf gaman að koma. Gerðu ekki. Takk fyrir. Og við ætlum að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli kemur eftir augnablik. 60% eflingarfólks á erfitt með að ná endum saman. Hvernig er hægt að réttlæta það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.